ætlaði að fara hans í vinnulagið í vinnslu í grunnmyndinni og sína smá tips hvernig veggirnir að hafa sér. Nú það sem ég að gera, ég alltaf meira að teikna upp þessa grunnmynd. Það svona einföld teikning sem af litlu bústaði. En því náttúrulega að vinna í ykkar eigin teikningu, en þið megi nota þetta sem viðmið eða hafi ekkert annað. En það sem við ætlum að skoða sérstaklega það hvernig við finnstillum veggina. Ég var þetta búinn að sýna í fyrra myndbandi og ég ætla að sýna hvernig við setjum einangrunarmerkingun hérna inn á og ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig vegginni hægða sig þegar maður þarf að vinna með þá. Nú minka hérna þetta aðeins. Það þannig að ég búinn að sýna hérna líka í fyrirmyndu hvernig við breytum að smálsynningu, hvernig við breytum rýmisheitunum. Og ég ætla að fara og nota delete, ég ætla að eyða út hérna einhverju veggjum. Ég ætla að hafa þessa veggi hérna alveg hérna yfir. Sjá, hún kemur með alls konar víðvarnir ef maður að gera eitthvað sem að forritinu líkar ekki. Hérna til dæmis að draga vegginn yfir rúmsveifur eiturlínuna sem var hann til staðar. Þannig að lesiði víðvarnir sem koma ef það er bótt upp. Góð og gild. Og ég get notað extend, eins og trim, extend, eins og svipa á þessum ekki AutoCAD að nota. Og smelli hérna á vegginn og svo smelli á það sem ég ætla að framlengja. Og þið sjá það kemur svona blá lína áður en ég smelta á okkur, þá sýnir mér leiðinu sem við til dæmis skoðum þessa hérna, trim, extend to corner. Og smá tips líka hérna að ef við stoppið og rennir svona yfir skipanirnar, þá sjáum við annars vegar smá svona animation eða svona hreyfimynd litla. Mjög gott að læra hvað skipanirnir gera með því að gera þetta. Og því sjáum líka þarna það stendur þarna efst uppi trim, extend og corner, svo voru TR-inn að sviga og TR sem sagt flýtisnappurinn fyrir þessa skipan. Við slá bara TR, svona. Við slá bara ekki ít á enter, bara TR. Þegar ef við sláum enter, þá hann að endurtaka síðuturskipun. Þannig að hún yfirtekur, þannig bara TR, ekkert meir, og þá þessi trim extend skipun orðin virk. Og þið smelli á þann vegg sem við ætlaði að halda. Þannig að ef ég ætla til dæmis að taka horni hérna og láta þessa veggi hverfa, þá var annað hvort þennan fyrst eða þennan fyrst. Íti hérna vegginn þennan fyrst, séu þetta bara sem dæmi. Og síðan ég ætla að halda þessum hérna hluta og þau sjáu þessa litlu punktalínu sem kemur. Hún sýnir mér, ok, ef ég smelli hérna og þá mun veggurinn fylgja eftir punktalínu. Ef ég fyrir hinum megin, þá fer það hinn áttina. Þannig ég smelli hérna megin og þá trimmar hann vegginn í burtu og hann gefur mig eitthvað viðvörun, eitthvað multiply rooms, það sem alltaf lagi, og hún segir andiri sem multiply, þannig að þið getur valið þá hvort þið íti á delete eða hvort þið íti bara ok og þá heldur hún sér þessu en þá þarf að handdraga þetta eftir. Sýna ykkur hvernig við gerum það, þetta handdraga herbergi, hérna er komið sko eitthvað herbergi yfir þetta og andiri er líka hérna yfir. Ef þið búið til nýjan vegg, þá get ég ljóma vegginn og hægri smelt og sagt create similar. Ég get líka ljóma vegginn og slegið inn CS upp á staðina í create similar, CS. Og þá sjáum við þá er búið kveiknar á veggjaskipinu, þetta er svona flýtinöfur. Þannig að ef ég teikna upp hérna, sem bara þessi andiri hér sem dæmi. Ok, svo get ég escape til að losna við skipununa og þá getur tekið þetta rými hérna og ég þarf að íta á tab-takkan, þá getur ég bæ, sjá þannig að cross sem kemur hérna, þá er ég að grípa í herbergið og drega það hérna inn í nýja herbergið. Og hún spyr hérna, ok, room tax is outside of this room.
og það hérna er þægilegt að íta bara á move to room og þá færist hún yfir í þetta herbergi. Ég get líka tekið hérna málsendinguna og fært hana til, sjáðu, í ljómana og drega hana svona til, þannig að sé ekki fyrir. Og ég get líka tekið litla punktinn sem er hérna meðfram, þess að fínu sér að málsendinguna. Ég get alltaf tekið í herbergisnúmerinn, herbergisheitin og dregið þau líka til, svona. Það er munur á því hvort þessi herbergis textin eða hvort þessi herbergis sjálft, mikið á tapið, þá fæ ég herbergis sjálft. Þetta er herbergis sjálft og þetta hérna er bara herbergis textin. Hann þarf að vera inn í viðkomandi rými. Svo nú fær ég hérna yfir, kemur spurningamerki og ég fæ hérna warning að þetta rúm það sé ekki inn í herberginu sem er í. Þannig að ég íti hérna á move to room og þá færi þetta í miðjuna þar sem að krossin er. Herberginu sjálfu. Og svo náttúrulega verður þetta svolítið þröngt hérna sumt vegar, þannig að það er svona gott að hafa verið búin að búa til sentimetra og minnka textan og það getur náttúrulega verið smá fínisering að stilla þetta. Þetta var svona smá tips veggi, málsendingar og vinnulagi í herbergi. Eitt að lokum, og gleymið ekki. Ég ætla að setja einangrun hérna inn í og þá fer ég hérna í annotate hérna. Og hérna er eitthvað sem heitir insulation. Smetla það og sjá þá kemur upp flipin hérna og ég get stilt tiktin á þessu og ég get valið hérna hvort þessi nearside, farside eða to center. Það er yfirleitt að valið hérna nearside og þá getið farið hringinn svona. En þið sjá að tiktin er ekki rétt. Ef þið viti ekki tiktina hérna á einangrunarlegin þá getið þið nota málsendinguna. Það er bara hérna mælt hérna á milli. Þetta er 145 mm. Þá escape. Ljóm með þessa. Og við getum valið hérna uppi og stilt hana bara 145. Enter. Og þú sjáum þá lendur hann aðeins fyrir utan og ég get nota move. En besta leiðin er náttúrulega þessi. Besta leiðin er að ferja í insulation og stillir hana 145. Hefur hana tól nearside og smettar á bláhornið og ferða alltaf hringinn. Uppað og svo aftur hérna. Og ég eigið þessari hérna sem ég gerði fyrst. Hvíta tab takk að þess að velja hana, hún er svo bakvið. Svona, voila. Smá tissum inn í leið.